En við byrjum hér eins og fyrir þriðjudaginn á ritstjórnum sem rýna nú í helstu fréttamál líðandi stundar og þar af nógu að taka. Stóri dómur féll í morgun harður á hendur dómsmálaráðherra. Við ætlum að ræða það sjálfsögðu, við ætlum að ræða kjaradeilurnar, við ætlum að ræða Samherjamálið. Átti Már Guðmundsson að segja af sér vegna þess máls og við kannski komum aðeins inn á hráa kjötið og EES og Brexit í lokin. Hjá mér Þórir Guðmundsson, fréttastjóri Stöðvar 2 og Björgvin Guðmundsson, fyrrverandi ritstjóri Viðskiptablaðsins, fréttastjóri á Magganum og Fréttablaðinu, verið velkomnir. Og Björgvin, fyrst af öllu, hversu alvarlegur þessi dómur Mannréttindadómstólsins á hendur Sigríði Á. Andersen dómsmálaráðherra? Þetta högg fyrir hana? Ég held að þetta sé fyrst og fremst pólitískt högg fyrir hana. Já. En ég held að við verðum svona aðeins að anda með nefinu og svona bíða eftir að það verði svona gert betur grein fyrir hvað þetta þýðir og hvað nákvæmlega sagt í þessu dómi. Fyrstu fréttir benda til þess að fólk svolítið stóryrt í fjölmiðlum. Það krafist afsagnar dómsmálaráðherra og annað. Og þetta mun alveg smitast mjög mikið út í alla pólitíska umræðu. En svona hvað þetta þýðir fyrir dómstóluna ég vil ég stíga varlega til jarðar. Ég sá að Landsréttur búinn að fresta málum þar sem þessi 4 tilteknu dómarar sitja í og það svo sem ágætt að með að við svona áttum okkur á stöðunni. Það réttar óvissa í landinu rauninni? Já, ég myndi ekki segja það, ekki taka svo sterkt til orða. Ég held að það sé alveg hreina línur að skipunin var lögleg. Það var málsmeðferðin sem var ábótavant. Hæstiréttur hvað upp úr með það að skipun þessara dómara sé lögleg og eftir eru skipaðir þá eru sjálfstæðir í störfum sínum og starfa ótímabundið náttúrulega eru æviskipaðir þannig að það ekki hægt að reka þá og ég held eins og ég túlka þessa fyrstu niðurstöður sem ég hef séð að mér finnst þetta ansi hart orðað hjá Mannréttindadómstólnum og ég efast um að þetta sé rétt og mig grunar að þessu verður bara vísa til einhvers konar yfirréttar vegna þess að ég get ekki séð og þá tala ég bara fyrir mig persónulega og náttúrulega ekki löglegur þannig að þessi einstaklingur sem þarna á í hlut og fór með þetta mál fyrir Mannréttindadómstólinn að hann hafi eitthvað að hafi verið brotið á honum að hann hafi ekki fengið óvilhallan dómstól til þess að dæmi sínu máli fyrir það að keyra próflaus og undir áhrifum vímuefna. Á hvernig á hann að fá óréttláta málsmeðferð vegna þess að Sigríður Andersen sinnti ekki einhverju rannsóknarskyldu. En skipun dómaranna lögleg. Það Hæstiréttur sem úrskurðað það. En það sem vekur athygli mína hversu harður dómur þetta og lýsingarorðin eru mörg hver óvægin. Þarna verið að tala bara hressilega norðlensku. Við biðum eftir þessum dómi í morgun sem kom síðan 2 mínútur í 9 og 10-3 mínútum síðar kom fréttatilkynning þar sem var svona í almennari orðum farið yfir hver niðurstaðan hefði verið og hún allt svakaleg og við skulum líka bara þannig að það sé ljóst þetta ekki bara dómsmálaráðherra, þetta ekki bara Sigríður Andersen, þetta líka Alþingi sem að fær þarna bara áfellisdóm og það engin það sem við verðum að tala að vega að undirstöðu réttaríkisins með því að standa ekki þannig að málum við ráðningu á dómurum að það standist að menn geti fengið réttláta málsmeðferð. Það voru ekki tekin af tvímæli? Það eru engin tvímæli í þessu. Þetta alveg ljóst. Það verið að segja að þetta var ólöglegt. Það verið að setja Ísland í flokk með Ungverjaland og Póllandi sem að Mannréttindadómstóllinn og Evrópu ríki hafa verið að setja út á með að stjórnvöld hafi ætlað að ráðskast það hverjir sætu í Hæstarétti eða í dómstólum í landinu og við erum aldeilis að fá á baukinn Ísland með. En hversu þungt pólitískt högg þetta fyrir Sigríði Á. Andersen dómsmálaráðherra sem í aðdraganda þess máls hefur líka svo það bara allt önnur spurning hvort hún hefur ennþá meirihluta á bakvið sig sem að mér finnst ekki ólíklegt að hún hafi en það breytir hinu ekki að þarna í rauninni sá dómstól sem við höfum litið á sem þann dómstól sem að mál fara síðast til
á Íslandi. Ef Hæstiréttur kemst að einni niðurstöðu þá bara einn dómstóll enn og það Mannréttindadómstóll Evrópu og hann hakkar í sig niðurstöðu Hæstaréttar, segir að rétturinn hafi svona lýst áhyggjum yfir hinn og þessu og þeir svona líta á það og segja en býtu svo kemst hann að þeirri niðurstöðu að þetta hafi samt engin áhrif. Já, en Björgvin, sko, pólitíkin í þessu svo að Katrín Jakobsdóttir núverandi forsætisráðherra og Svandís Svavarsdóttir núverandi heilbrigðisráðherra framarlega í flokki við skuld Vinstri grænna báðar tvær og leiða flokkin voru afskaplega harðorðar í tíð ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar með Viðreisn og Bjartri framtíð svona embættisfærslur Sigríðar Andersen á þeirri tíð. Þær eru settar væntanlega í pólitíska mjög erfiða stöðu núna að þurfa væntanlega að verja dómsmálaráð þegar Birgir Ármannsson sagði í fréttum í morgun að væntanlega hefði dómsmálaráðherra ennþá stuðning beggja samstarfsflokkana. Já, hann reiknaði með því, hann gat náttúrulega ekki neitt það og það margt eftir að þróast í þessu máli í framhaldinu. Þetta hlýtur að vera erfitt fyrir Katrínu og Svandís, svo 2 dæmi séu nefnt. Klárlega, mjög erfitt og það erfitt fyrir margra í flokki Vinstri grænna að verja Sigríði Andersen. Hún hefur svona strokið svolítið á haugunni. En ég held samt að fólk muni svona aðeins bíða og sjá og ég held að það sé skynsamlegt að rykið setjist og það sé hægt að kafa dýpra í efni málsins og hvað þýðingu þetta hefur. Mér minni líka að Katrín Jakobsdóttir fór aldrei fram á það á sínum tíma þrátt fyrir harða gagnrýni á dómsmálaráðherra að hún segði nokkuð tíman af sér og hún hefur aldrei gert kröfu það að nokkur ráðherra segir af sér þrátt fyrir að hafa sett fram mjög harða gagnrýni þegar hún var ekki í ríkisstjórn. Þannig hún hefur samkvæmt sjálfur sér að það varðar. En verður Katrín ekki núna hér, versugú, að birta opinberan stuðning sinn við þennan ráðherra? Hún var krafin svara, sá ég fyrir í dag og ætlaði að taka daginn til þess að melta þetta og jú, hún verður krafin svara. Þannig að hún þarf að gera upp hugsun hvað hún ætlar að gera. En baklandið vissulega geltandi og það erfitt að standa af sér þann storm en bæði svo Katrín hefur sérstaklega staðið vel í fæturnar í erfiðum málum og verið samkvæmt sjálfur sér út í gegn þannig að það ber að virða það en ég get ekki fullir hvað hún gerir í þessu máli. Þessi hefð á Íslandi að segja seint og helst ekki af sér mjög ábyrrandi. Við þekkjum nýleg dæmi ef svo má segja frá síðustu árum og áratugum. Albert Guðmundsson sagði af sér vegna hafskipsmálsins og skattagreiðslna í þeim efnum. Guðmundur Árni Stefánsson tók pokann sinn vegna embættisfærsla og gagnrýni Ríkisendurskoðunar á sinni tíð. Við þekkjum náttúrulega mál Björgvins G. Sigurðssonar sem sagði af sér vegna hrunmála og af heilsufarsástæðum Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Sólrún, Geir H. Haarde, Hanna Birna vegna lekamálsins, nýverið Sigmundur Davíð vegna vindrismálsins. Þetta eru all nokkur dæmi en með við pólitíska umræðu tiltölulega fá, ef við berum okkur saman við Norðurlöndin, Bretland, Þýskaland, svo nokkur sér dæmi nefnd. Af hverju þetta svona, Þórir, vallir það vegna fámennisins eða eitthvað í þá veru? Þessi hefð hefur ekki skapast að menn láti embætti njóta alltaf vafans. Já, þessi hefð hefur ekki skapast og það hefur verið erfitt fyrir stjórnmálamenn að komast aftur inn í stjórnmálin. Á Norðurlöndum virðist vera önnur hefð, en menn draga sig tilbaka. Þá eiga ekkert mjög erfitt með að komast inn aftur. Kannski vont að nota þetta orð, en heiftin eða meiri hérna. Það svona, já, það talað svona óvægnar oft. Og menn komast upp með það að forherðast. Já, menn gera það. En að því vorum að tala Katrínu Jakobs og Vinstri græna, það náttúrulega margir sem að tóku til máls á sínum tíma þegar kom fram vantraust og þá var annað stjórnarmynstur. Þannig að þeir sem eru í þessu stjórnarmynstri núna, þeir þurfa að skoða líka hvað þeir sögðu á sínum tíma og ég held að það sé mjög skynsamlegt hjá Katrínu Jakobsdóttur að taka sér daginn enda hún í Bandaríkjunum og kemur heim í nótt, hún tekur þetta fræga næturflug og mætir væntanlega eldsnemma morguns og þarf þá að gera upp við sig, en allt sem við höfum séð frá Vinstri grænum sérstaklega sýnir að þeir ætla að halda áfram í þessari stjórn. Það verður ekki fyrir inn í fulla nefana að þeir gera eitthvað sem kemur því í hættu. Björgvin, fjarrar þetta út? Þetta dæmigert mál þar sem menn axla ekki sín skinn og máli svona
fjarar út, það verður í fjölmiðlum í 4-5 daga í viðbót? Nei, ég held ekki vegna þess að það er það mörg atriði sem að þarf að leiða til lykta og það mun alltaf þá koma upp á yfirborðið aftur í umfjöllum fjölmiðla. Þannig að sko pólitískt verður þetta erfitt núna en það verður að fást einhver niðurstaða og þangað til einhver niðurstaða fæst og þá fjarar það ekki út og það getur dregist. Stjórnin springur ekki á þessu? Ég reikna ekki með því, nei. Ég held að sko þegar það verður smá svigrúm til þess að skoða efni málsins og koma með rök að þá svona muni umræðan róast aðeins en ég efast ekki það að stjórnarandstaða mun sko sækja miklum krafti gegn dómsmálaráðherra og ríkisstjórninni allri. Já, þeir eru í dauðafæri. En ég held að hún mun nú, sko, ríkisstjórnin mun lifa af sko, en sko Sigríður Andersen mun væntanlega gera það líka. En þá að öðrum embættisfærslum sem eru umdeildar, Már Guðmundsson fór mikinn gegn Samherja án að þér virðist ástæðu. Samherji virðist vera búin að gjörsigra þetta mál. Björgvin, þú sem gamall viðskiptafréttamaður, hvernig horfir þetta við þér? Er ekki það augljósa staðinn að Már er bara mjög skemmdur í þessu máli? Jú, hann kemst ekki vel frá því. Hann kemst ekki vel frá því. En situr áfram? Situr áfram, hann fer nú frá á þessu ári, skipunartíminn hans er liðinn, en ég held að muni þá fara úr Seðlabankanum með skömm að hafa þetta mál í farteskinu. Þetta er búið að vera mjög þungt mál. Ég var nú ritstjóri á Viðskiptablaðinu þegar þessi húsleit var gerð 2012. Nánast í beinni útsendingu? Nánast, já, í beinni útsendingu, já, og svona, þetta vakti alltaf gríðarlega athygli og það var send út fréttatilkynning á íslensku og ensku og þetta átti að vera svona, þetta var mikið sjó og það sem ég gerði nú á þeim tíma var að skoða gögn málsins og kynnti mér þau og kallaði eftir þeim gögnum sem ég gat séð og gat fengið vegna þess að sko þeir sem urðu fyrir húsleitinni, Samherji í þessu tilviki, að þeim var haldið út í kuldanum ótrúlega lengi og það hefur verið gegnum gangandi í öllu þessu ferli að þeir hafa ekki fengið aðgangan einum gögnum eða átta sig á hvaða forsendum málin fóru í þennan farveg þangað til einhvað dómsmál fjall í héraðsdómi að þá kom í ljós svona á hvaða forsendum húsleitin var gerð og ég man eftir forsíðu Viðskiptablaðsins sem ástóð sko húsleit á röngum forsendum. Þannig að það var niðurstaða héraðsdóms þá og síðan þá hefur þetta verið þrautaganga fyrir Samherja en ég vil líka taka fram að það eru sko fleiri aðilar sem hafa lent í klónum á Seðlabankanum sem hefur núna ákveðið að endurgreiða alla sektir og sáttir sem hafa verið gerðar svona, sem þá er viðurkenning á því að þeir höfðu rangt við í sinni stjórnsýslu sem var síðan undirstrikuð heldur hressilega af umboðsmanni Alþingis. Heldur betur. Á nefndafundi Alþingis. Og hann tók sko sjaldgæflega sterkt til orða. Já, hann notaði orðið svo, sko, hann var spurður að því hvort honum var í misboði, hann sagði mér er ekki misboði, en mér er misboði fyrir hönd fólks og fyrirtækja sem hafa lent í þessari stjórnsýslu og hann gaf í skyn að það hefði ekki verið til þekking til þess að sko fara með þetta vald sem að Seðlabankanum var falið og ég man að ég gagnrýndi nú fjármálaráðherra á sínum tíma sko harðlega fyrir það að hann tók bara drauga hver einustu frumvarpi frá Seðlabankanum og keyrði það gegnum Alþingi og veitti Seðlabankanum þetta gríðarlega mikla vald og það sem var böðlast á borgurunum eins og umboðsmaður sagði. Þannig að ég tel að það þurfi að bregðast við þessum alvarlegu athugasemdum. Það þarf að skoða þennan leka í upphafi húsleitar og þær forsendur sem að lágu þá til grundvallar. Það þarf að skoða þátt yfir lögfræðing Seðlabanka, Sigríður Lóadóttur. Ég meina, hún fekk heldur betur ákúrur hjá umboðsmanni fyrir stjórnsýslu og lögfræði bankans. Og síðan náttúrulega Arnór Sighvatsson, ég held að vera erfitt fyrir hann að sækja eitthvað embætti í Seðlabankanum núna þegar það verður auglýst eftir nýjum bankastjórum. En sko Þórir, hvað er að kalla svona hluti? Valdníðsla án afleiðinga? Sko, það má líka setja þetta í samhengi við hrunið og ég fylgdist nú bara með þessu fjarlægð og var ekki að skoða þetta sem fréttamaður á þessum tíma en ég man vel að það voru hérna nornarleitir að fólki sem að gæti átt gjaldir einhvers staðar og það var farið mjög hart fram og menna var væntanlega að tala sig hafa almenning með sér svona eftir þetta allt saman hérna ríkið og bankar og allir í sko algjöru vantrausti. Var þetta partur af múgsefjun á þeim tíma? Já, ég held, sko, með þetta einstaka mál ég bara get ekki sagt að ég get ekki nógu vel með því en það var múgsefjun á þessum tíma og hún beindist að öllum sem getu hugsanlega átt gjaldeyri vegna þess að það þurfti bara að bjarga þjóðinni
og kannski voru embættismenn í Seðlabankanum einhvern veginn bara í þessu andrúmslofti. En síðan náttúrulega smá saman þá róast það og þeir heldur áfram og áfram og ég býst við að það sé svona einhverjum það sem að menn eru að skoða núna, ekki kannski bara upphafið, heldur að menn heldur bara áfram, mjög einbeitt. Það er náttúrulega mjög áberandi í þessu máli öllu. Örstutt að kjaradeilunum, Björgvin, það virðist vera að skrifa í skýin að menn fari í verkföll hvert á fætur öðru. Kannski óbyggðlegasta setning kjarasögunar sem féll fyrir helgi þegar að Sólveig Anna kvaðst hlakka til verkfalla, óvenjuleg setning úr munni verkalýðsforingja, en höggið. Við erum svona búin að fara hagsveifluna upp á við, erum komnir upp á toppinn og erum kannski aðeins að klifra niður á við. Óttastu langvarandi átök? Já, ég ger það, á þess að sko geta fullkomlega gert mig grein fyrir því. En af hverju þessi reiði, þessi undirliggjandi reiði? Sko, auðvitað má náttúrulega segja sko, að embættismannakerfið, ríkisstofnanir, Alþingi sjálft og ráðherrar hafi nú ekki gengið undan með góðu fordæmi þegar kemur að launahækkunum. Nei. Er það reiðin? Það er allavega hefur verið góður jarðvegur fyrir reiðina og svona og blásið upp umræðina misskiptingu og launakjör almennt í landinu. Ég held líka hluti af þessu eru svona að það er svona ákveðin, hvað ég segja, pólitísk markmið með þessari verkalýðsbaráttu núna sem að voru kannski þrengri, getum við sagt, áður fyrr, þar segja að það voru bara markmið það að bæta kjör, en núna er þetta svolítið markmið að hafa áhrif á skipan samfélagsins, þar að segja. Það er miklu meiri verkalýðspólitík í gangi. Já, og bara í rauninni hvernig sko landslag stjórnmálana eigi að vera á Íslandi, hvaða áherslur ríkisstjórn á að hafa og hvernig á að beita sko, Alþingi og löggjöf til þess að jafna hér stöðu fólks með þvingunum þá í gegnum löggjafann og draga þá niður sem að hafa fínt og reyna þá að bæta kjör þeirra lægslunu, sem í sjálfu sér alveg gott markmið, en aftur á móti erum við ósammála sko, leiðinar að því og hvaða afleiðingar það hefur, og það er kannski sá galli sem stærstu finnst mér á verkalýðshreyfingunni núna er að þau neita stundum að horfast í augu við staðreyndir. En það er samt sko nýr tónn, hann er ekki bara á íslensku, hann er á ensku líka, það eru konur hótelþernir sem að ganga út, fussandi og svegjandi. Já, sko, Sólveig Anna Jónsdóttir sem er mjög nýr og óvenjulegur óvenjuleg baráttukona í forystu verkalýðs. Og kemur sjálfur rótin? Hún var 10 ár leikskólakennari á þessum lágu launum sem hún er að reyna að hækka núna, en hún hafði tvenns konar markmið með verkfallinu allavega núna á föstudaginn. Fyrra var auðvitað kæralegs eðlis að hækka lægstulaun, en hitt var að sýna okkur þetta fólk sem er að vinna inn á hótelinu og sjáum aldrei. Það hefur tekist. Og það tókst alveg, þetta gerðist á 8. mars, alþjóðadegi kvenna, og það komið þetta út rosalega vel máli farnar konur, einn frá Ungverjalandi sem við tókum viðtal við og aðrar sem bara kunna alveg að segja frá. Hvernig þær væri að starfa og hvernig þeirra aðstæður væru. Þannig að það tókst alveg ágætlega. En ég veit ekki hvort það er tekið eftir í, en það er Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, sem talar meira núna og hann er svona meira í þessari kjaramála umræðu. Sko. Það er ekki bara þessi pólitíska og svona hugsjóna pólitík sem Sólveig Anna rekur, og þá erum við komin í allt annað, og ég hef verið að tala við verkalýðsleiðtoga og þeir vilja þetta bara ná samningum. Það er markmið, þannig að ég held að sko, hitt markmiði það hafi náðst, en nú þurfa menn að ná samningum, og starfsgreinasambandið er að funda núna með 2 öðrum félögum. Og þeir segja að þetta verður að nást saman í þessari viku. Við komumst ekki yfir hráakjötið, en það er búið að henda gaman að því að Guðni Ágústsson vinur minn og Björn í Úthlíð voru á Kanaríum, væntanlega nýbúnir að fá sér gæðasteik frá Spáni og álittu sem svo að það ætti ekki að flytja inn hrátt kjöt til Íslands og helst svona gjalda varhug við samningnum í þeim efnum. En Þórir, ég get ekki sleppt þér, það er Brexit-dagur. Er ekki mesta líkur á því að Bretar fresti útgöngu úr og stóra spurningin er þá hvort þeir greiði atkvæði á breska þinginu að halda aftur þjóðaratkvæðagreiðslu.
það auðvitað ennþá möguleiki að bara 29. mars þá séu þeir farnir og þá bara uppnám á Írlandi, friðarsamningarnir bara í algjör uppnámi og væntanlega miklar biðraðir á landamærunum, alls staðar. En hver líklegasta sviðsmyndin á þínu viti? Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla, hún líklegra nú en áður að verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla, hugsanlega bara frestaðir og meðan við það sem undan hefur gengið að þá gerist eitthvað sem við veitum ekki hvað Björgvin, margir íhaldsamir Bretar og eldri Bretar hafa aldrei viljað vera einhver annexi í Evrópusambandinu, líta ennþá á sig sem stóra heimsveldi sem á ennþá eitthvað inni, en þetta ofboðslega döpur ganga hjá þeim þessa dagana. Klárlega. Og þeir hrekjast á milli Brussel og Lundúna. Algjörlega. Ég átta mig ekki alveg nákvæmlega á því hvernig svona pólitíki liggur nákvæmlega innan flokksins, nema bara svona grófa myndin eins og allir aðrir sem að sjá það gegnum fjölmiðla. En mér hefur svona fundist kannski einna merkilegast að það ekki alveg dauðadómur að fara út úr Evrópusambandinu og hræðsluáhrifin hefur verið mikill, þannig að hvað ég segja, aðferðafræðin við að stíga það skref hefur öll verið í mólum og mjög erfið pólitísk og maður sér ekki fyrir endan það var aldrei til plan B. Nei. Björgvin, bestu þakkir sömuleiðis, Þórir Guðmundsson sem að sitja hérna í Hamar og rætt helstu fréttamál líðandi stundar. Við förum að fara yfir í umhverfismálin með Margréti Marteinsdóttur eftir augnablik. Það svona ný dögun í þeim málaflokki. Takk vel eftir innan skamms.